Ingi, þetta var flatt og þunnt og þið bara einhvern veginn áttuð aldrei séns, höfðu menn ekki trú á verkefninu? Ekki flatt og þunnt, það er alltaf bara munur á þessum liðum og mér fannst þetta að vera svona eins og bara svona súluritt. Við vorum upp og niður í þessum leik og áttum fína kafla hérna inn á milli. Náðum þessu niður úr 30 eitthvað niður í 18 stiga hvað það var. En við náðum bara ekki að halda gæðunum í eins og við KR. Þeir eru náttúrulega bara skák og mát eftir að Maír kemur inn með hann að hraða og við réðum ekki við það í dag. Og svona í byrjun þegar við vorum á fyrsta leik út í fínn, en svo bara gerðum við allt og margar feila varnarlega séð. Við töluðum ekki um að skipta og hetsum ekki sterkt þegar við ætlum að hetsa. Og þannig að svona hluti sem voru á milli manna voru ekki nógu sterkt. Og gott lið eins og KR það refsa bara 1-3 fyrir svoleiðis. Og þakka bara pennt fyrir sig. Ingi, það eru nokkri svona yngri leikmennarna sem eru tökur í. Er það hollt fyrir Snæfell ef þeir myndu svona fara að þora meira og kannski vilja meira? Já, þeir eru alveg óhræddir að gera hlutina strákarnir sem eru að koma inn og það er bara það sem við þurfum á að halda. Við þurfum að fá framistöðu frá okkar lykilmönnum, öllum 5 sem að byrja og við gerum það ekki í dag, langt frá því. En hérna, svo bara er að þora eins og segir, að þora að koma inn og þora að gera mistök og þora að vera til og það snýst bara um það. Við þurfum að velja okkur orrustur og þessi orrusta er farin, þannig að það er bara næsta orrusta og við erum að keppa á sikur á mendanum eins og staðan er í dag. KR eru að mínu viti, þeir eru án Helga og Pavels hérna, en þvílík gæði í þessu liði hérna. Það er bara gaman að horfa og þeir eru mjög vel spilandi, þannig að eftir að ég kom inn þá er þetta bara skák og mát. Ingi, það er svaka törn framöndan hjá Snæfellsliðinu. Já, við höfum Tindastól heima. Tökum að Jón Jónsson Spánverja, Juan Carlos eða hvað heitir, ekki Jón Jónsson, eðal spænsku nöfnin og félaga frá Söðurkróki og við ætlum að verja heimavöllinn. Við bjóðum alla velkomna að þanga og helst með 2 stig til okkar í hverjum leik. Svo eigum við FSU og IR og bara hvert einasta einvíð sem fyrir mig, það er bara, við þurfum að gefa okkur í öll einvíð, þannig að 4 stiga leiki framöndan. Já, bara 2 stig í Grindavík daginn, það var bara þvílíkt flott og núna töpum við Keflavík með leikar sem við áttum alveg skilað að vinna, en við þurfum að vera tilbúinir að taka þetta orrustur.